Rússland, lykilleikmenn. Rússarnir með pínu breytt lið og ég skal bara viðurkenna að ég hef svona minnst skoðað þær en þær eru búin að skipta út 10 leikmenn frá síðasta bara stórmóti frá Ólympíuleikunum og síðast og 10 nýja leikmenn í sínum hópi. Þannig að þær eru auðvitað með mjög sterkt varnarlið 6-0 og svo 5-1 og eru svona frekar aggressívari og það er eitthvað sem við þurfum að undirbúa okkur vel fyrir. Styrkleikar og veikleikar? Já, sko, styrkleikarnir eru mjög góð varnarleikur og keyra mikið hraður og við þurfum á móti þeim að skila boltanum vel frá okkur og koma okkur í góð skotfæri. Veikleikarnir eru kannski þeir að þær eru með tiltölulega breytt lið og nýjan þjálfara og við svona vonum að það sé ekkert allt og vel samspilaðar í þessu móti. Möguleikar Íslands gegn Rússland? Það er náttúrulega alltaf möguleikar og við spilum við á HM núna í fyrra og spilum virkilega vel í 40 mínútur á mótum og svona vorum bara í jafnarleik en svo svona aðeins gáðu eftir. Við þurfum að ná að halda út í 60 mínútur á mótum, við þurfum að halda niður í tæknifeilum og skila okkur tilbaka. Það er bara mjög stór þáttur og því alþjóðlegum handbolta í dag að það er að geta komast tilbaka úr sóknarleiknum og staði vörn á móti svona liðum og með ögum og skipulegum leik og að liðið sé vinnusamt að þá hef ég fulla trú að við getum koma óvart á móti Rússum.